감사합니다. 와우. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. júní. Nú eru forsetakosningarnar að baki og Spursmál tóku þetta virkan þátt í þeirri umræðu eins og fólk tók eftir og við þökkum ykkur fyrir að hafa fylgst með þeirri umræðu allri. Halla Tómasdóttir stendur uppi sem sigurvegari með ríflega 34% atkvæða. Það er meiri stuðningur heldur en Vigdís Finnbogadóttir fékk í kosningunum 1980. Við óskum henni velfarnaðar í vandasömu starfi á komandi árum henni Höllu og við munum fylgjast vel með innsetningu í embættið þann 1. ágúst sem að fer fram í athöfn við Dómkirkjuna og í Alþingi Íslendinga. Það verður spennandi og fallegur dagur og vonandi að við fáum betra veður heldur en við erum að upplifa núna. Og það er mál sem að mig langar til þess að ræða í stuttu máli. Það er staða bændana fyrir norðan. Það er ekki hægt að líkja þeim aðstæðum sem að þar eru uppi við neitt annað en hamfarir. Lömb hefur fennt inn í Skagafirði, áburði skólar af túnum í Vatnsdal og víðar og menn eru með fé á húsi sem er mjög óheppilegt akkurat á þessum tíma árs. Það er vonandi að veðrið fara að skána og að þetta blessist allt saman en ég hef sannarlega áhyggjur af því að fallþungi lambanna í haust verði eitthvað minni heldur en fyrri ár. Þetta eru ótrúlegar og mjög óvenjulegar aðstæður. En það eru óvenjulegar aðstæður víða. Nú er Bjarni Benediktsson auðvitað orðinn forsætisráðherra. Hann ætlar að koma hér í setti hjá mér eftir að ræða við mig pólitíkina en það er mikill titringur á stjórnarheimilinu og í þinginu almennt. Við tökum eftir því. Bjarki Olsen Gunnarsdóttir, hún er að draga lappirnar hvað varðar hvalveiðarnar. Það er ágreiningur lögreglufrumvarpið svokallaða. Það er ágreiningur lagareldismálið. Það er ágreiningur innflytjendamálin og svo mætti lengi áfram telja. Það verður fróðlegt að heyra ofan í forsætisráðherranum það hvernig hann lítur þessi mál en við munum auðvitað líka fylgja þessu eftir í fréttum vikunar hér á eftir. Það er ástæða til að óska kvennalandsliðinu til hamingju með glæsilegan árangur gegn Austurríkismönnum fyrir vikunni. Leiðin á EM er vonandi greið og það er alltaf gaman að sjá íslenska landsliði standa sig vel. Við fylgjumst líka spennt með karlalandsliðinu sem að mætir Englendingum í vináttulandsleik í kvöld. Það er spennandi að sjá hvort okkur tækist að velkja þessu stórveldi fótboltans undir uggum eins og okkur hefur tekist reyndar áður. Við munum fylgjast með þessu á síðum mbl.is í kvöld og síðan í Morgunblaðinu á laugardaginn en við munum núna færa okkur yfir í fréttir vikunar þar sem að þau Gunnar Bragi Sveinsson fyrrum utanríkisráðherra og Sandra Hlíf O'Carres, lögfræðingur og varaborgarfulltrúi, ætla að fara yfir stöðuna vítt og breitt. Fylgjast þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Frisco, 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 Frisco. Frisco, 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 Frisco. Nóa Kropp, brakandi snilld. Já, Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Komið sæl. Frétta vikan var annarsöm í meira lagi. Eldgosið áfram á Reykjanesi og mikið að gerast í pólitíkinni. Á þeim sökum hefur fengið mjög góða gesti til þess að ræða þau mál og fleiri og það var sérstaklega góða innsýn inn í pólitíkina veit ég. Það er þau Gunnar Bragi Sveinsson fyrrum utanríkisráðherra og Sandra Hlíf O'Carres, lögfræðingur og varaborgarfulltrúi. Velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Það er fyrir fréttaþyrst fólk af nóg að taka. Við þurfum eiginlega ekkert að fylgjast með erlendum fréttum þessa dagana. Það er nóg að gera hérna heima. Við erum búin að hafa nýja forseta og svo er fjör í stjórnmálunum og mikið að vera, en það er svo mikið að gerast erlendis líka. Já. En við höfum kannski fylgt í fangi með okkar mál. Yfirvofandi kosningar auðvitað í Bretlandi og auðvitað bandarísku. Það er kjóst til Evrópuþingsins núna. Já, það er yfirstandið kosning núna. Byrjum á forsetakosningunum því að það tengjast nú auðvitað pólitíkinni líka. Halla Tómasdóttir, hún er kosin með í raun og alveg ótrúlega afgerandi hætti. Hvernig litu þessar tölur út í þínum augum, Sandra, þegar þú Ég reyndar vann rauðinspottinn. Nú var það, voru það margar flöskur? Ég var nokkuð nösk á
maður er alltaf búin að fylgjast gríðarlega mikið með, það búið að vera mjög spennandi og skemmtileg í raun og veru aðdragandi og skemmtileg kosningabarátta fannst mér. Ég tek nú ekki undir það að þetta hefur verið harkalega gróf kosningabarátta, bara alls ekki, mér finnst hún fara bara mjög kurteislega fram. Ekki á milli frambjóðandana allavega, auðvitað alltaf einhver nettröll og eitthvað svoleiðis. Alltaf baklandið nú oft vinnur gegn frambjóðandum, en mér fannst þetta ekki koma neitt rosalega óvart, en það sem mér finnst koma á óvart hvað fólk bara tapsárt. Og og í raun og veru í talandunum finnst mér vera að gera lítið úr kjósendum með að tala að fólk sé að við kosið taktist gegn Katrínu til dæmis. Ef maður var að fylgjast með til dæmis skoðanakönnunum, en hún var bara mjög stabíl í skoðanakönnunum. Fylgi hennar var ekki að sveiflast neitt. Þetta var bara 24-27%? Þetta var bara 24-27, bara alltaf. Það var fylgi annarra frambjóðenda sem var að sveiflast. Þannig að mér fannst þetta ekkit vera einhvern veginn koma neitt stórkostlega óvart. Ertu þá að segja að þetta sé ekki taktísk kosning þó að fólk hafi fært sig á milli frambjóðandi eftir hver var líklegastur til að vinna? Er það ekki taktísk kosning? Nei, ég meina á endanum fólk að kjósa þann forseta sem það vill. Það að kjósa forseta sem það vill, frekar en kannski forseta sem það vill ekki. Þú veist, það taktískt eða ekki? Ég meina, fólk, þú veist, að kjósa gegn, þú veist, samfylkingunni eða kýs Vinstri græna. Þú veist, þetta svolítið, mér finnst þetta svolítið að vera að tala niður til kjósenda. Og kannski kom í ljós að það var einhvern veginn bara búið að gera ráð fyrir því að Katrín myndi vinna, sem að mér finnst líka hroki. En héldu ekki allir að hún myndi vinna? Gunnar, þegar þú sérð að Katrín býður sér fram og hendi frá sér forsætisráðherraembættinu, var það ekki vegna sem fólk var búið að reikna það út og hún myndi bara við nánast hvaða aðstæði sem vinna þessa kosningar? Ég hugsa að í svona hennar herbúðum og hennar nánasta umhverju hafi kannski reiknað með því. En síðan náttúrulega búið við það voru 11 frambjóðendur eða hvað það voru margir að lokum sem þýðir náttúrulega atkvæði dreifast til mikið. Þannig að það er ekki hægt að reikna með því allir fylgi sér að bak við einhvern einn. Síðan sjáum við líka að það náttúrulega mörgum sem finnst þetta svolítið umdeilt að forsætisráðherra fari úr embætti yfir þetta. En mér persónulega fannst það í sjálfu sér ekkert skrítið. Ég meina, Katrín hörku stjórnmálamaður, fyrrverandi, hörku einstaklingur, líkt og hallægur, mjög vinsæl, já. Langt umfram þess að flokkurinn hennar nýtt? Algjörlega, algjörlega. Og við sáum það líka á liðinu sem var með Katrínu í hennar herbúðum og bara ég sammála því sem ég komið fram, að menn megi ekki vera svona tapsaður og tala eins og tala. Halla Tómasdóttir kosin með góðu meirihluta, rosalega flott og frambærileg og mun verða mjög flottur forseti. Menn eiga að hætta þessu sárendum á röfli og fylgja sér á bak við okkar glæsilega forseti. Hvernig finnst ykkur svona þessi tapsárni koma fram? Katrín hefur tekið þessu mjög stórmannlega og hún bara játaði ósigur mjög snemma þarna kvöldið og losaði þetta leiðdálítið þá pressu sem hefði verið á henni fram eftir kvöldi, hvað það var þar? Katrín náttúrulega mjög reynd og hún náttúrulega líka bara stór persóna, mikill persónuleiki, þannig að hún höndlaði þetta alveg hárrétt. En maður sér hins vegar að það svona kannski meira í netheimum eða úr hennar baklandi eða frambjóðendur sem fengum kannski ekki einu sinni undirskriftar meðmælendurinn til að kjósa sig sem eru að kvarta og kveina sérstaklega einhvern veginn út í Katrínu og líka leið reyndar að gera grín eða tala niður til okkar nýkjörna forseta sem rosalega lélegt og dapurt. Þannig að ég held að frambjóðendur hafa nú flestir fyrir utan þessar sem að komast alla blað, hafa svona flestir haldið sér til hlés þegar kemur að gagnrýni á nýja forseta eða þann sem var næstur að hljóta kjör. Þannig að ég held að við megum bara vera sátt við stöðan eins og í dag. Hætta þessu röfni. Mér fannst líka bara flott hjá, eins og til dæmis Halla greinlega náði til ungra kjósenda, sem ég finnst bara frábært. Kosningaþátttaka var mjög góð? Kosningaþátttaka var mjög góð, ekki það kosningaþátttaka unga fólksins yfirleitt töluvert betri í forsetakosningunum heldur en í þing og sveita. Það bara, í síðustu kosningum maður sér það. En mér finnst það bara frábært og vonandi verður það bara svona, valdeflandi fyrir unga fólki að kjósa því að mér finnst bara frábært að þau hafa verið svona virkið þáttakendur í þessu og hún keyrði bara, fannst mér bara mjög flotta kosningabaráttu. Já, ég held með að þakklátt fyrir það að einhvern veginn tókst Höllu Tómasdóttur að kveikja í unga fólki og ég held að hennar barátta hafi verið svolítið
hennar bara það hafi kannski gert það líka, ekki engungu það að hún sé svona frambærileg og flott kona, heldur líka það að hún kerði svo mikið á framtíðarsýn og jákvæðinni, var bara að bjóða upp á svona ákveðin pakkamóra kannski þannig, sem að unga fólki hrefst af. Og svo verða svona óvæntir atburðir, kannski eins og þegar hún kemur úr lasin í einhverja kappræður og með klútum hálsinn. Það verður bara trend allt í hennu af því að unga fólki einhverju takit upp. Af hverju þið ekki með klút? Já, líklega. Nei, ég bara segja, þannig að það var svona allt rétt einhvern veginn sem að þau gerðu fannst mér. Hún pólitísku kraftaverkamaður, bara miðað við reynsluna frá 2016, að hún næri einhvern veginn að fara úr engu fylgi í mjög mikið fylgi, ekki nægilega mikið 2016, en núna þá bara skaut hún öllum hinnum frambjóðendunum ref fyrir rass. Þess vegna hefði þetta í raun og verið ekki átt að koma svona mikið óvart, eða aftur kom mér ekki óvart, en kom mjög mörgum óvart. En mér finnst ég held að sé líka eins og Gunnar segir með jákvæðina. Þú veist, unga fólki, þú veist, upplifir pólitíkan alveg óbúslega leiðilega sem ég skil. Þú veist, að hún var svona með jákvæðan blæ og jákvætt viðhorf og það er miklu meira aðlaðandi heldur en hitt. Já, ég nefndi í inngangi mínu hér áðan að hún fær meira fylgi heldur en Vigdís Finnbogadóttir 1980 og þá er nú flesti búin að spá því að forsetið er kjörin núna með innan við 3 atkvæði, innan við 30%. Haldið þið að það verði fljótt sátt hana svona í ljósi þessara tapsáru einstaklinga sem að, eins og Hjörleifur Guttormsson skrifar stóra grein í Moggan það hvað þetta hafi allt verið agalegar niðurstöður. Haldið að þessa raddi muni heyrast lengi áfram eða nær hún að fylgja fólki að baki sér eins og Ólafi og Vigdís og Guðna tókst að gera? Ég held það. Núna hún tekur náttúrulega ekki við embætti strax, þannig ég held að þetta svona, það tekur ekki við í ágúst. Sko, leið og Halla fer af stað, leið og hún fer að sinna embættinu. Þá mun held ég langflestir verða sáttir við hvernig kosningarna fóru. Ég held að hún muni sýna það að hún er manneskja fólksins, hún er mjög þægileg umgengni og brosandi, svarar skynsamlega erfiðum spurningum, mun koma vel fram erlendis, við höfum eftir að sjá hana brillara þar held ég. Þannig að ég hef ekki ágjörð því, ég held að fólk muni fylgja sér. Ég er alveg sammála því, ég held að muni bara myndast sátt hana og sé í raun og veru sátt hana, þetta er það náttúrulega oft þessi háveri minnihluti sem að heyrist mest í. En það er náttúrulega svolítið, við verðum hins vegar að vera ófeimið að ræða það, sko, þetta kerfi er náttúrulega mjög skrítið, sko. Þú veist að þú þurfir örf á að til að bjóða það fram og svo getur orðið forseti, sko, með 20%, 25%, sko. Þú veist, tværumferðir, það er það sem við þurfum að fara í held ég. En er þetta vandamáli ljósið hversu ópólitískt og óumdeilt embættið svona í grunninn er? Er ekki nóg að bara greiða úr þessu í einni atkvæðagreiðslu ef að fólk er að fá kannski segjum 25-35% og ef að almennt gildir svo regla að menn njóti sáttar í kjölfærið, annars getur við fengið okkur bara nýja forseta 4 ára liðnum. Jú, en sko, veist, einmitt, ef þú almennt nýtur sáttar eða samþykkir samfélagsins, sko, en það er eins og vont ef þú gera ekki með 25%, sko. Þess vegna er svo gott að fara í 2 umferðir eða að þú þurfir að fá fleiri atkvæði, þannig þá ertu með svo mikið massa bakvið. Þú getur réttilega sagt, ég er forseti 45 eða 52% þjóðarinnar hvað það verið, sko. Nú sýndu hermilíkon sem voru keyrð í gegn að Halla hefði líka unnið Katrínu í 2 manna kapplaupi, þannig að kannski gerir það ekki til, en það kostar pening að keyra 2 umferðir líka. Já. Og lengir kosningabaráttuna, það er gott fyrir þætti eins og spursmál. Ég var bara að hugsa þig. En þjóðin gæti orðið dálítið þreytt. Maður finnur til með Bandaríkjamönnum sem eru kannski 1,5 ári í kosningabaráttu fyrir forsetakjörið á 4 ára fresti, en við erum alla jafna kannski á 8, 12 eða 16 ára fresti að velja svona með einhver alvöru kandidata í þetta. Ég held að það bara minki kosningaþátttöku ef að barátturnar eru of langar, þá verður þetta bara hávaði og fólk hættar að hlusta, sko. Já, fólk eru þreytt. Já, þetta er að láta sig varða með þetta. Nú er dálítið rætt eiginmann Höllu sem hefur komið vel fyrir í baráttunni. Fólk er að velta fyrir sér hvaða embættisheiti eða hvað ég að kalla auðkondi. Er þetta ekki bara eiginmaður forsetans? Þurfum við að vera með sérstakt heiti á embætti sem ekki er til? Nei. Ég hef ekki stóra áhyggjur af þessu, alls ekki, mér finnst þetta ekki vera stóra máli. Eiginmaður forseta bara mjög skynsamlegt og fínt, sko. En það tekst örugglega einhverjum hann úti að búa til eitthvað vesen úr þessu, sko, og fara í eitthvað svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona ókyngreint nafn eða eitthvað, ég veit það ekki, eða heiti. Mér finnst að við hefum ekki hafa stóra áhyggjur af þessu. Þetta verður bara maki forseta og ég held að þetta verður flottur maki forseta.
Ég á góðan vin sem hefur hamingjusamlega kvæntur í 50 ár og hann kynnir oft eiginkonu sína sem fyrstu eiginkonu sína og þegar fólk hváir við þá segir hann, já þetta beinþýðing á first lady og þetta getur auðvitað verið mjög ruglandi í ákveðnum aðstæðum en ég held að menn hljótun að fallast og það verði ekki með einhverjar, ég held að það fari ekki vel á því að hann verði kallað forseta frú. Er það ekki? Nei, er það ekki ruglingslegt? Forseta Mér finnst þetta bara ótrúlega að finna að fólk sé einmitt eitthvað velta þessu að því í stóru myndinni skiptir það engu máli hvað. En er þetta ekki hluti að þessari þvælu umræðu þetta kynhlutlausa tungumál og annað? Ég hugsa það. Já. En ég var hins vegar sammála að það var einhver, ég man ekki hvað hann heitir því miður, sérfræðingur hjá Árnastofnun sem var í viðtali og sagði að menn að koma sér niður á eitthvað gott nafn, gott heiti yfir karlkyns maka forseta. Ég held að það sé bara ágætt að menn komið sér nú saman eitthvað sem skynsamlegt. Já, eitthvað sem verði notað í öllum aðstæðum. Sko. Já. Ég sá núna pistli deilt í vikunni, 6-7 ára gömul pistli frá Þórarni Eldjárn þar sem hann var að vara við þessu kynhlutlausa tungumáli og bent á það að framtíða kynslóðir getu farið að lesa rangt í eins og ljóðlínurnar maður er manns gaman ef að við færum að breyta það svo mikið. Teldu að þetta ætti þá bara við samkynhneigða vinni en ekki kall og konu eða konu og konu sem væru góðir vinnir. Ég er nú engin íslenskur sérfræðingur og örugglega gerir mörg lapparskot þegar kemur íslenskunni en mér finnst þetta alveg fáránleg umræða, það segja það bara. Þá að vera að kynhlut leysa þetta? Sko, sko, það skiptir, fyrir mig persónulega skiptir engu máli hvaða kyn fólk er og mér er alveg saman þá að komi samkynhneigðir forseta bestastaði og allt það skilji. Ég finnst bara við eigum að halda í þessar tungumál okkar, halda í þessar hefðir sem hafa virkað í gegnum aldirnar og við erum ekki alltaf svona fara á taugum ef að leið og einhver hugmyndir koma upp. Svolítið að standa í fætuna líka. Ég vanta það í Íslandi, mér standi lappirnar. Sandra, þú ert eina konan hér við borðið. Ertu sammála þessu fyrir í taugarnar á þig þegar við erum með þetta ríkjandi karlkyn í íslenskunni? Nei, af því ég er kannski bara svona gamaldags en þú veist, ég er kvenmaður. Þú ert maður, eins og Hildur Finnbogadóttir benti réttilega á orðið. Þannig að mér finnst þetta vera, að ég veit ekki, mér finnst oft, kannski eins og með þetta hvað á að kalla maka forseta, þú veist, við með einhvern veginn tínast í smáatriðan, eða skilur smáatriðan sem skipta á endanum engu máli, þegar í grunninn snýst þetta baráttu, jafnrétti, sama hvað manneskjan kýsa að kalla sig eða hvernig hún kýsa að skilgreina sig. Þannig mér finnst einhvern veginn pínu fókusin vera farin af því, þú veist, og farið í eitthvað svona, eitthvað rifrildi einhver... það sem engum máli skiptir? Já. Áður en við eyðum talinu forsetakjörið, það Halla verður þetta sett inn í embætti 1. ágúst við hátíðlega athöfn í Dómkirkjunni og í Þinghúsinu. Hvað fer Katrín Jakobsdóttir að gera? Þarna er manneskja sem að hefur mikla reynslu, enginn deilir það, hún er mjög öflug. Sjáu þið fyrir ykkur hvaða skref hún tekur núna þegar hún hefur sleikt sárin? Hún er náttúrulega afburðar manneskja og greiðlega bara greind og frambærileg. Það kemur henni ekki óvart hún færi eitthvað út. Það er á okkur alveglega vettvang og myndi sinna einhverjum störfum þar og held ég að myndi gera það greiðlega vel. Gætu orðið eftirsótt í slíku? Já. Ég held að Katrín, þetta er svolítið skrítið þess að það er svona spá eitthvað hvað einhver annar ætlar að gera. Verður samspár eða ekki? Þetta verður ríkjað upp. Sko ég ímynda mér alveg að Katrín geti hugsið bara slaka nú aðeins á, mögulega að setjast við skriftir og einbeita sér að einhver slíku. Hún mun svo örugglega vera eftirsóttur fyrirlesari heima og erlendis. Hún er örugglega eftirsótt að mæta á alls konar samkomur og tala það sem hún hefur barist fyrir í gegnum árin, umhverfismál, kvenréttindi, mannréttindi og allt þetta. Þannig Katrín Jakobsdóttir verður ekki aðgerðalítil, ég spáði því, en ég myndi vilja sjá hana skrifa meira, koma með svona, setjast aðeins í það. Ég held að það væri spennandi. Það er hennar bakgrunnur, bókmenntafræðin og íslenskan. Ég held að bara alla dyr standa opnar fyrir hana. Þú veist að hún getur í raun og veru gert það sem hann langar til að gera. Ég var reynda sjálfur búin að spá því og segja það við alltaf marga því það er greið rátt fyrir mér að hún myndi taka sér hlé, hún myndi bjóða sér fram til forseta, ekki núna, þetta er seinna. Hún myndi taka sér 4-8 ára hlé frá sviðsljósinu, skrifa bækur og tala og láta svona safna í sarpinn og verða svo, bjóða sér svo fram. Það er ekki útilokað.
Nei, hún er ung Já, hún þetta sagði aldrei aftur. Það aldrei segja aldrei. Aldrei. Fólk getur þetta að éta það ofan í sig. En þetta hefur aðrar afleiðingar. Katrín er núna stigin út úr pólitíkinni. Guðmundur Ingi Guðbrandsson er tekinn við Vinstri grænum. Bjarni Benediktsson er orðinn forsætisráðherra og mælist nú fylgi Vinstri grænna, ég segi ekki við frostmark, en það fer að nálgast það. Þetta er komið í 3%. Sjálfstæðisflokkurinn er líka mælast lágur og Framsóknarflokkurinn. Hvað tilfinningu hafið þið núna fyrir þinginu? Manni sýnist þetta vera hálfgeð svikalogn? Mér finnst nú ótrúlegt að þessi ríkisstjórn hangi ennþá saman og mér finnst það aftur talandi að vera tapsár að mér finnst Vinstri græn vera ótrúlega, mér finnst þau vera bara dalt í vælukórnum. Þetta er bara að hringja í 113. Að bæði það hvernig nýr starfsmaður þingflokksins stígur fram eins og hún sé auka þingmaður. Þú ert að vísa í Sunnu Valgerðardóttur fyrir fréttamann á RÚV. Já, og manni finnst skrítið eða ótrúlegt að hugsa til þess að hún hefur stigið fram með þennan status án þess að hafa borið þau undir kongni prest. Þannig að mér finnst til það líklegt að þetta hefði verið borið undir einhvern innan flokksins. Þetta var bara þungur hnífur í garð. Já, og verið einhvern veginn algjör, fólk það líka bara að taka ábyrgð. Það er náttúrulega líka bara partur að þau bjóður sig fram og taka þátt í pólitík. Þú býður fram á, ákveðnum forsendum og stendur fyrir eitthvað og svo bara fer það í dóm þjóðarinnar. En að vera einhvern veginn alltaf að benda fingur á einhvern annan og kenna einhverjum öðrum í staði fyrir að bara segja bara, heyrðu, okkur hefur ekki tekist nógu vel og bara kjósendur okkar eru greinilega ekki sáttir við þetta og við þurfum bara að líta okkur nær og gera betur. En er það ekki lýsingin í þessum pistli að Sjálfstæðisflokkurinn hafi raun og verið bara valtað yfir Vinstri græna og sé núna með forsætisráðherra á stólinn og öll spil á hendi? Sjálfstæðisflokkurinn er líka búin að tapa gríðarlega miklu fylgi. Það bara, má ekki gleyma því. Hann var bara með töluvert meira fylgi heldur en Vinstri græn. Þannig að, en hann er í sögulegu held í lágmarki. Það er alveg furðulegt að það kemur einhverjum af stjórnarliðum á óvart að flokkarnir eru að tapi þegar það er með ríkisstjórn sem er lengst í vinstri og lengst í hægri. Það þýðir, og svo ertu með einhvern framsóknarflokkinn í miðjunni sem virðist litlu skipta í öllu þessu samhengi, sem þýðir það að á endanum ertu bara með einhvern svona gráan graut sem ekki kemur út úr. Hún er bragðlaus, lyktar ekkert sérstaklega vel og enginn vill borða. Það er vegna þess að það eru allir að gefa eftir. Auðvitað er Vinstri græn búin að gefa eftir. Sjálfstæðisflokkurinn búin að gefa eftir. Það er svakalega mikið líka. Og fyrir hvað, spyr ég? Því að ekki er það nú sérstaklega svona góður árangur sem manni finnst maður sjá allan svona í efnahagsmálum landsins eða í svona framgangi í atvinnulífi, í bara eins og orkuöflun og öllu þessu. Þannig ég velti fyrir mig hvað er það sem að gera það verkum að mann hangar svona á þessu. Því þetta er vitanlega löngu búið. Við sjáum það núna að nú er við að reyna að ljúka þinginu. Hvað snýst þar? Stjórnarflokkarnir er að reyna saman hvernig þeir ætla að ljúka málum. Og þetta er ekki fyrst saman, þetta var svona líka síðastliðið vor, sko. Og mögulega vorið þar áður. Þannig að þetta er svona sjálfskapavíti sem þessi flokkar er búin að koma sér í. Og þetta er bara, í sammála söndarskipti, bara væl í þessum Vinstri grænum hvernig það koma fram núna og hamast og með einhverja hótanir, hreint með ólíkindum í rauninni, vil ég segja. Því að annarkvort eru þeir í þessu samstarfi eða ekki. Ja. Og ef þeir ætla sér ekki að vera í þessu, ef þeir ætla að vera einhver skæruhernaði í gagnvart ríkisstjórninni, í gagnvart Sjálfstæðisflokknum, þá eiga þeir náttúrulega bara að segja það eða hætta þessu. Er þessu ekki sjálf hætt þá? Einhverju velta fyrir hvort að bara hagsmunirnir séu of miklir, bara miðað við fylgi flokkana, þá er ljóst að bara stór hluti þessara þingflokka annarkvort hennilega bara þurrkist algjörlega út eða stórun hluta, eins og í tilviki Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks. Allt stefnir í það Vinstri grænir verður bara ekki á þingi eftir næstu kosningar. Hafa menn ekki bara svo óbóðslega hagsmuna því að halda þetta út eins lengi og þetta mögulega geta? Jú, ég meina auðvitað, en aftur kem ég á það, bara heyrðu, ekki verið pólitík ef þú ert ekki tilbúin til að taka höggi líka. Þetta er ekki alltaf bara dans og rósum og regnbogar og þú ert kosin til að gera ákveðna hluti og þú gerir það ekki, að þá náttúrulega auðvitað finnur þau fyrir því. Þannig að mér finnst þetta líka vera bara svo getur fólk líka horft á þetta þegar það eru tækifæri fólkin í þessu. Og þú veist, það spyrna sér í botninn. Og mér var bara áhugavert, ég tek undir það með borgarfulltrúanum Líf, Magnúðardóttir sem var í fréttum núna í fyrradag, var að tala um það að væri bara komið tími til að Vinstri græn þyrftu að fara bara halda landsfund, kjósa sér forystu og allt þetta, af því þau eru náttúrulega pínu hauslaus her. Það er svona tilfinningin manns, að það sé ekki einhvern veginn með einhvern leiðtoga. Katrín er náttúrulega farin og það er ekki búið að kjósa í raun og veru náttúrulega nýjan formann. Þannig að
þeir valið, þeir geta kosið að horfa á þetta sem tækifæri og bara kjarna sig og koma sterk inn í einhverja baráttu. En mér finnst það líka vera hræstni að vera bara á vælinu að fylgi sé farið og það sé allt einhverjum öðrum að kenna. Ef þau eru svona ósátt við þetta, slítið þá ríkisstjórnarsamstarfinu. En þau vil ekki gera það því þá missa þau völdin. Þú veist, mér finnst þetta líka... En munið þau þá bíða eftir því að halda landsfund eins og Vinstri grænir í haust, verða átök formannsembættið á þeim vettvangi? Ég held að verði ekki mikil átök sko. Mér finnst nú svona allt benda til þess að Svandís vilji hún og treyst hún sér til þess að taka við flokknum og þá munum fá það. Ég held að verði þannig. Heldur að Guðmundur Ingi mun ekki berjast fyrir því að halda sínu embætti? Jú, mögulega gera það, en ég, svona eftir því sem maður heyrir svona í kringu sig og að lesa milli línana, þá held ég síðan svona minni stemning fyrir því, en auðvitað, þú veist, Guðmundur Ingi ágætismaður og hann gæti örugglega leitt flokkinn áfram. Ég held rauninni að það verði engin kraftaverk þó að það verði kosin formaður í Vinstri grænum, ekki ef þetta heldur svona áfram óbreytt. Þeir gætu lyfst upp eða flokkurinn gæti fengið einhver auka prósent í einhver könnunum með nýja formann, en svo fer þetta bara aftur vegna þess að flokkurinn ennþá á sama stað. Og ég trúi því aldrei að Sjálfstæðisflokkurinn muni fara að gefa Vinstri grænum meira eftir en þegar Sjálfstæðisflokkurinn hafa gert nú þegar í þessu samstæði, bara til að bjarga þeim upp fyrir einhverja slittuðu prósentur, sko. Þetta er eins og fylgið svona eins og mælinn í bílnum. Hann fyrir að pípa þegar kemur svona ákveðið frostmark, 3% eitthvað svoleiðis. Hætta á að vegurinn sé ísaður. Þeir komast kannski í hitatölur í smá tíma og svo farir þarna aftur niður, nema það breytist ekki mikið á þeim sjálfum. Og það er þá að fara út úr ríkisstjórn. Það gerist ekki nema með því að breyta þessu formi. Nei, og ég held sko að mögulega gætu Vinstri græn hoppað út úr þessu í haust þegar að þeir eru búin að sjá það að nýr formaður breytir ekki miklu. Ef að flokkurinn á að lifa, fara í aðra kosningar, þá þurfa þeir bara að hætta þessu, fara í leita í ræturnar, byggja sig upp, taka 4 ári stjórnarandstöðu aftur og svona verða sterk. Það gæti verið svona plani fyrir flokkin. En ég er ekki viss að persónurnar sem að sitja í ráðherrastólum eða Alþingi hugsi svona. Þú ert ekki að spá því að stjórnin springi? Ég held sko, hún gæti alveg sprungið, en mér finnst bara að menn leggja svo rosalega mikið á sig til þess að halda lífi í þessu, sko. Þetta er bara eins og döpur mynd af neyðarvaktin eitthvað. Það eru slöngur allt í þessu, sko, til að reyna að halda lífi í þessu. Já, líka núna, þau munum horfa á það, næsti þingvetur, þetta er bara kosningavetur. Já, þannig að við vitum hvernig kosningaveturinn eru. Það eru bara loforð og verið að ausa eins meir úr ríkiskassanum og byggja brýr og alls konar. Þannig að þú veist, síðasta þingið fyrir kosningar eru yfirleitt þetta er bara kosningabarátta. Það er ekki neitt þannig að gerast. Hún nærði einhverjum málum, þannig einhverjum krúsjál málum, stóru málum í gegn á kosningavetri. Þannig að fyrst að stjórnin er ekki sprungin nú þegar, þá held ég að hún muni lifa fram á kosningum og það allir eru að hugsa, bara við þurfum tíma til að undirbúa kosningabaráttuna sem er bara eftir. En nú sögðu þau þegar stjórnin var mynduð, þessi nýja stjórn eftir að Katrín hvarf úr forsætisráðherrastólnum, að það væri orkuöflun, það væru hælisleitendamálin og það væru ríkisfjármálin. Og ef að þeir myndi ekki sína árangur í þessu fljótt, að þá væri þessu sjálf hægt. Er eitthvað sem bendir til þess að þeir muni ná, kannski loðnasti hlutin eru ríkisfjármálin, þar sem að menn geta haldið því fram að menn sé að sína aðhald til einhverju tíma, eitthvað slíkt, en í útlendingamálunum og í sambandi við orkumálin, að þá er ekkert sem bendir til þess að menn ætla að gefa eftir. Nei, líka núna, það sitja fast í þinginu náttúrulega stór frumvarp, lagareldið og svo náttúrulega er hvalveiðimálið, orkuöflunin, lögreglulögin, útlendingalögin, þú veist. Þetta er rosa, já, en það er líka ótrúlega lélegt en það takst ekki að koma þú verður ekki með einu þessu máli í gegn. Þá myndi ég segja þetta bara sjálfhægt. Þú settir í ríkisstjórn með Bjarna Benediktssyni. Er hann nógu flinkur til þess að ná þessu í gegn með þessar aðstæður? Getur hann þvingað Bjarkeyju Olsen og Svandísi Svavarsdóttur og Guðmund Inga og síðan þá sem að fylgja þeim að málum inn í þingflokki VG til þess að keyra þetta í gegn? Sko Bjarni þarf ekki að þvinga þetta. Bjarni er bara mjög laginn maður. Bjarni er góður svona meðal fólks, hann er góður í því að fá fólk til liðs við sig. Hann er mjög mennskur af Bjarni. Þannig að ég held að hann geti alveg látið þetta ganga ef að sko flokkurinn er tilbúinn til þess að færa þar fórnir sem þarf til þess, skilur. Þá er Bjarni alveg góður maður til þess að gera það. En fyrst menn þurfa hins vegar að svara því hversu mikið þarf Sjálfstæðisflokkurinn til að gefa eftir, til að gefa meira eftir, til að halda Vinstri grænum inn í þessu.
inn í þessu... En hversu mikið eru Vinstri grænir til ég meina þeir eru komin niður í 3%, geta þeir gefið þumlung eftir? Jódís Skúladóttir segir bara ekki þumlung. Já. Og minna þau eru náttúrulega, maður er náttúrulega líka fann að finna pínu lyktin af því að þau eru orðin örvæntingafull, Vinstri græn, og maður sér það bæði með yfirlýsinguna frá starfsmanni þingflokksins, hvað Guðmundur Ingi grípur til korter eftir að það var búið að spreyja á mótmælendur, Bjarkey að tefja alveg þannig hvalveiðimálið. Út yfir allan þjóð. Já, bara þú veist, að leita umsagna til, þú veist, félag kvikmyndagerðarmanna. Já. Þú veist, come on. Eins og hvalveiðimálið, hafið trúið því að verði eitthvað vertíð, verður hægt að keyra þetta í gegn á nægilega skömmum tíma þannig að það sé hægt að ræsa bátana og koma mönnum í bátana? Já, ég hugsa það. Ég hugsa sé eitthvað hægt að veiða, sko. Maður þekkir það nú ekki nógu vel undirbúninginn og tæknan í þessu öllu saman, sko, en ég sá það síðast að það var hægt að fara og ná í nokkur dýr. En menn gleyma því bara í þessari umræðu sem að mér finnst rauninni stór mál, að það eru vísindalegu rök á bak við það að við ætlum að veiða 160 dýr. Við sáum það fréttum í morgun, held ég að verið, að nú á að auka þorskveiðar eitthvað örlítið, heimildir og ýsu líka. Sko, hvalurinn er dýr í sjónum sem þarf að veiða af því að hann búinn fjölga sér á mikið, burtséð frá því hvað mönnum finnst hval-HF. Einhvern veginn virðast Vinstri græn láta þessi rök sér léttur og virkja. Fólki sem hefur alltaf talað vísindin, og farið til vísindamönnunum, farið til ráðgjöf þeirra, en þegar kemur þessu hvalveiðum, þá skiptir engum máli þó að okkar vinstrimenn segja við verðum að veiða 160 dýr til að halda stofninn niðri. Til að grísja í raun og veru stóra stofnar sem hafa mikil áhrif á lífríkið í heild. Þeir eru að éta með minni 6 milljónir tonna af fæðu frá öðrum dýrum í sjónum. Síðan við vorum náttúrulega gagnrýnir á það hvernig dýr voru veidd, en ekki það er náttúrulega búið að laga það einhverju leyti. En maður náttúrulega myndi bara ætla að ráðherra myndi bara fylgja lögum og gefa þeim leyfi. Og heldur ekki gleyma því. Nei. Þú ert varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Það er annað mál sem hefur skekið umræðuna fjallt á því. Já, þú. Þess að skekið umræðuna fallið á því skuggan af þessum forsetakosningum sem eru nýafstaðnar. Það eru þessi lóðamál hjá borginni. Nú hafa borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins meðal annars Hildur Björnsdóttir bent á að sennilega sé þetta umfangsmeira mál. Tengist lóðaútlutunum í Gufunesi þar sem að menn hafi fengið fyrirgreiðslu umfram annað fólk hefur fengið greiðslufresti sem aðrir njóti ekki að koma upp úr dúrnum enn eitt vandræðamáli fyrir Dag B. Eggertsson og nýjan borgarstjóra. Já, ég meina það kemur á óvart ef það kemur ekki eitthvað meira upp úr kistunni hvað þetta varða þessi lóðamál og það er bara, meina það hefur verið í umræðinu bæði líka varðandi rúfreitin og það mál Gufunesið. Ég held að við höfum eftir að sjá bara þegar næsta haust að það muni koma eitthvað meira upp úr grafsunu með þetta. Að það hefði ekki verið farið kannski nógu vel með eigin borgarbúa þessu leyti. Frekar en vanalega hjá þessu meirihluta. Er þetta í fanginu á nýjum borgarstjóra eða hver mun taka hitan og þungan af þessari umræðu alveg óháð því hver hefur rétt fyrir sér? Já, ég myndi halda að sitjandi borgarstjóri þurfa að gera það. Hann ber ábyrgð. Hann fer inn í þetta meirihluta samstarf og það er bara því fylgir ábyrgð og þá tekur þú líka ábyrgð á í raun og veru störfum meirihlutans sem er búin að vera síðustu ár og síðustu kjörtímabil. Hvernig metur þú þetta, Gunnar Bragi, bara út frá því að við erum með Einar Þorsteinsson, nýjan borgarstjóra fyrir Framsóknarflokkinn, en við erum með Dag B. Eggertsson fyrrum borgarstjóra fyrir Samfylkinguna sem að allir sjá að stefna inn í landsmálin. Verður hitinn á þeim báðum eða verður borgarstjóri með þessa heitu kartöflu í höndinni? Sko, ég held að þetta sé býsna heit kartöfla og munum eftir því að Vigdís Hauksdóttir fékk nú bátt fyrir hérna árið þegar hún fór nú að benda á þessi bensínstöð að loða braskall saman. Ég held að Einar og Dagur verður bara saman að taka þennan slag því að þeir bera ábyrgð. Einar bera ábyrgð að framlengja þennan meirihluta sem er núna. Hann gat rauninni gert aðra hluti, hann ákvað að fara þessa leið og ber því þar af leiðandi ábyrgð. Og mér finnst í rauninni, eða ekki finnst, við skulum hugsa þannig sko, ef það væri nú annar meirihluti í borginni, ef Sjálfstæðismenn væri nú meirihluta, þá væri nú eitthvað af þessu fólki þarna búið að arga á rannsóknarnefndir og skýrslur og þeim mögulega rannsóknarrétt og gumma þetta hvað sko. Þannig að ég held að menn eignu bara veltaði fyrir sig hvort það sé ekki nauðsynlegt að fara óháð og í gegnum restu borgarna undanfarin eða áratugi. Það tekir nú bara mjög langa tíma. Því að þetta er náttúrulega, nei, þetta er bara án gríns. Þetta er bara... Munum til bragganum?
Þetta bara frumskógur. Þið voru að taka 15 milljarða evru lán, það ekki núna, til þess að bæta skólahúsnæðið í bænum? Er ekki þróunarlán? Já, þróunarbankalánið. Reykjavík eins og þróunarland? Já, ég meina þetta náttúrulega bara heimatilbúin vandi. Það náttúrulega bara ekki búið að sinna neinu viðhaldi, í einu né neinu. Og það bara komið bak hjá okkur núna og að kosta okkur gríðarlega fjármuni. Og það náttúrulega bara rekstur borgarinnar, ég held að það leynist þú engum að hann bara í rúst. Við sjáum það líka að við borgin þarf að leita í þennan banka sko, til þess að fá sér lán. Ef það fær ekki nógu hagstæð lán á almennu markaði eða annar staðar, sko, þá nú eitthvað mikið það. Já, bara markaðurinn náttúrulega bara, við sjáum það bara, skuldabréfa útboðin hafi bara, það hefur ekki eftirspurn. Bara markaðurinn búin að missa trú. Á borginni? Á borginni. Ég búin að biðja Dag B. Eggertsson að koma hingað til mín nokkrum sinnum og það er stefnindi það að hann verði hér hjá mér í næstu viku, þannig að þá munum við fara yfir þessi mál. En þó að bændurnir fyrir norðan lifi við þessar ótrúlegu hamfarir og það nú ekki gott veður hér í Reykjavík þessa dagana. En sumarið á næsta leiti. 17. júní handað við hornið með sínu hreti mögulega. Verður þetta pólitískt sumar? Verður lífi í tuskunum eins og hefur verið síðustu ár? Það hafa verið alveg tíðindi og pólitíkinni síðustu 2 sumar allavega, eða mun þetta núna falli ljúga lög og allir skella sér til tenni fram í ágúst, september? Þetta mjög góð spurning. Stjórnarflokkunni þrá ekkert heitara núna heldur en að komast inn í sumari. Þeir þrá ekkert heitara heldur en að losna við alþingi og fréttir og annað. Það er líflínan. Það er líflínan og ég held að það sé það sem að horfa núna. Það er að komast inn í sumarið, láta lítið fyrir sér fara til tenni eða Flórida, eitthvað ósköpunum þeir fara og koma svo aftur í ágúst því að það náttúrulega sitja Höllu Tómasdóttur inn í embættið, þá þurfa þær nú að hittast aftur og þá byrjar að undirbúa haustið. Þannig ég hugsa að við fáum nú svona frekar tíðindalítið svona í part af júní, byrjun júlí, en svo held ég að fara hérna í kólunum aftur sko. Strax í ágúst. Já, ég held að þú veist það fyrir eftir núna hvenær þinglókin verða og hvenær tekst að semja þinglók. En mér finnst líka áhugavert að þingi slítur núna í júní og þingi ekki sett fyrir annan þriðjudag í september. Óbúslega langt sumarfrí að þetta eftirhald í gömlu bara þegar þingmennirnir þurftu raunverulega bara að fara á hesti í sitt kjördæmi. Þú veist, mér finnst þetta já, snertur viðkvæmast. Það, já, en núna erum við með bara ágætis flugsamgöngur þrátt fyrir þessu mjög dýrar innanlands og bara svona tiltölulega ágætis vegi, kannski fyrir utan Vestfirðina, en Ferðakostnaður þingmanna hefur nú ekki flækst fyrir þeim. Nei, þannig að ég held að sem gamall landsbyggðarþingmaður, þá notaði maður sumar í að fara á alla bæjarhátíðirnar, keppa í að taka þátt í hrútaþukli á ströndum og hitta þetta, skilur. Þannig að þingmenn, það er mjög mikið eftir því spurt allavega út á landsbyggðinni að þú eyðir sumrinu þínu í að heimsækja bæi og hitta fólk sem að er eitt skemmtilegastur hlutir á starfinu. Já, en þú þarft ekki 3 mánuði í það. Þú veist, ég líka... Horfðu á Norðvesturkjördæmið. Já, ég hef keyrt það 2 algjörlega. Það Suðurkjördæmið. Láttu þið nú Ásmund Friðriksson vita það. Já, en mér finnst þetta samt sko, bæjarhætturnar eru Ég skil kátt við. Og ég nú, þú veist, frá Akureyri sjálf, en já, mér finnst þetta svolítið langur tími, sem að ekki... Ég var alveg til að segja á þingið og þingmenn myndi störfa líka frí fyrir þjóðina frá þinginu. Svo þingið búið að vera undanfarnar ár, sko, þá held ég bara gott að þjóðina... Þú myndir tala allt öðru sér að þú væri inn á þingi. Já, eflaust. En ég held líka að fólk verði bara þá pínu komið með það nýbúið að vera forsetakosningar, búið að vera hasar í þinginu, ég held að fólk verði bara rosalega fegi að fá frí frá pólitíkinni. Já, geta farið að lesa einhverjar draslbókmenntir á Sólaströnd. Ég hins vegar ekki alveg hættur með pólitíkina því að Bjarni Benediktsson forsætisráðherra, hann kemur hingað til mín eftir örskamma stund. Ég þakka ykkur fyrir komuna og fyrir frábæra umræðu, Gunnar Bragi og Sandra Líf. Takk fyrir. Eins og segi, Bjarni Benediktsson hér, handa við hornið, fylgist vel með. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Já, 10 ár. Hægt og rólega 1 ár í senn og engar áhyggjur. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Hingað er kominn Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra. Ég ætla að ræða við hann um stöðun á stjórnarheimilinu og í pólitíkinni almennt. Velkomin. Takk fyrir það. Nú erum við að vakna upp bara við nýja veruleika eftir forsetakosningar. Þið fenguð þarna 2-3 vikur í algjört frí frá almenningi og okkur fjölmiðlum, er það ekki svona upplifunin? Já, svona nokkurn veginn. Þingi var samt að störfum á nefndasviðinu og ríkisstjórnin kom saman, þannig að
Þetta var, kannski athyglin fór annað tímabundið. Þú hélst til hlés, en þarna var mjög náinn samstarfsmaðurinn sem bauð sig fram. Hún vék úr embætti forsætisráðherra sem olli því að þú ert núna leiðtogi ríkisstjórnarinnar. Er ekki sjálfsagt að draga þá ályktun að þú hafi krossað við nafn Katrínar í kjörklefanum á laugardaginn? Eins og ég sagði, ég hafði margar góðar ástæður fyrir að styðja Katrínu og vildi ekki vera að gera kosningabaráttuna eitthvað sérstaklega flokkspólitíska með því að vera sem formaður að taka mikla afstöðu og ætla bara að halda mig við það. En mér fannst samt furðuleg umræðan að Katrín hefði haft eitthvað með það að gera, hvernig spilaðist úr eftir að hún vék úr embætti. Hún fór þá og helgaði sig forsetaframboðinu og eftir sátum við leiðtogar þá stjórnarflokkana og það voru við sem að spiluðum úr framhaldinu án hennar aðkomu. En svo það nú annað sem mér fannst athyglisvert í þessari kosningabaráttu að það umhugsunarvert að það sé notað gegn fólki að það hafi verið í stjórnmálum. Eins og það sé ekki eitthvað sem verið í. Eins og það sé ekki reynsla sem að máli skipti. Var einhver sem að gerði lítið úr því? Var ekki fólk að segja við viljum ekki fá hana sem forseta að því hún hefur staðið fyrir ákveðna pólitík? Mér fannst vera gengið miklu lengra heldur það. Þegar að frambjóðendur segja ég hef aldrei haft neinn pólitískt tengsl. Eins og það sé mikill kostur. Aldrei tengsl neinum pólitískum samtökum, aldrei skipt mér af stjórnmálum. Ég veit ekki, mér finnst það. En finnst þér ekki skynsamlegt að þessu frambjóðendum að nota það ef þeir hafi ekki pólitískt tengsl? Þú hefði gert að þú værir ekki í pólitík. Ég veit ekki hvað átt við hvort það sé skynsamlegt að nota. Ég bara vil tala fyrir því sem að mér finnst vera satt og rétt og það sem að mér finnst í því efni það að reynsla úr stjórnmálum getur verið mjög dýrmæt. Fólk sem gefur sig að stjórnmálum að reyna að gera gagn fyrir samfélagið. Það má hafa skoðun á því hvort að það hefur tekist vel til með það eða ekki. En þegar að lagt upp með það í forsetakosningum að það sé slæmt að fólk hafi tengst pólitík eða að í forsetaembætti munu menn gera einhver mistök vegna þess að þeir beittu sér með einhverjum hætti sem stjórnmálamenn. Þá finnst mér við komnir langt út fyrir eðlileg mörk og mér finnst með því bara vegið að stjórnmálastarfi almennt. En það voru margir meðal annars framámenn í Sjálfstæðisflokknum sem sögðu, ég ætla að styðja Katrínu einmitt vegna þess að hún búin að vera forsætisráðherra eða leiðtogi í pólitíkinu og þess vegna eini hæfi kandidatinn til að taka við þessu. Þannig að menn voru dálítið í skautun á báða bóa hvað embættið og svona þá hæfileika sem þar til varðar. Já. En það var ég ekki að segja að það hefði allir verið þessar skoðunar. Það voru margir á þeirri skoðun að það geti verið dýrmæt reynsla sem mín skoðun. Alveg án tillisti þess að það voru aðrir hæfir frambjóðendur í framboði. Punkturinn minn bara sá að þegar maður heyrir því fleygt að það sé ókostur að hafa verið í stjórnmálum eða hafa tengst stjórnmálum eða menn sem hafi verið í stjórnmálum megi bara fara eitthvað út á kant og ekki vera að skipta sér af. Þá finnst mér vera vegið af stjórnmálastarfi í landinu, stjórnmálaflokkunum, þinginu og því sem að stjórnmálamenn almennt standa fyrir vegna þess að þeir eru almennt þvert á alla flokka að reyna að vinna þjóðsynni eitthvað gagn. En finnst þér ekki skrítið að mjög margir framámenn í Sjálfstæðisflokknum aðstofa með ráðherra og fleiri hafi stíðið fram lýst yfir stuðningi við Katrínu Jakobsdóttur sem stjórnmálamaður sem hefur verið á algjörlega öndverið skoðun við ykkur í mjög stórum málum, hvort sem það eru varnarmál, efnahagsmál og hún tók virkan þátt í því að reyna að koma forverðinum í embætti formanns Sjálfstæðisflokksins á bak við lás og slá. Þetta eru athyglisverðar staðreyndir, svo ekki sé meira sagt. Það endurspeglast kannski líka í því að Katrín hefur lengi haft stuðning hjá þjóðinni talsvert umfram það sem að flokkurinn hennar hefur notið í stuðningi. Og umfram það sem flokkurinn þinn nýtur í stuðningi líka? Ég veit ekki hvað átt við með því. Þegar við höfum gengið til kosninga þá höfum við verið stærsti flokkurinn ítrekkað alltaf. Já, þú vísar í stuðningi við hana persónulega umfram sinn flokk. Hún hefur verið að mælast með miklu meiri stuðning með að þjóðarinnar heldur en 18% eða 25% sem eru þær mælingar sem þið verið að fá. Já, og ég hef sjálfur stundum mælst herri heldur en flokkurinn mælist núna í síðustu könnun. Punkturinn ekki þessi. Punkturinn sá að hún hefur höfðað til breiðari hóps heldur en ákvarðat bara þeirra sem gefur sig upp á VG. En það athyglisverð staðreynd, ég tek undir það, að það sé svona
svolítið breið flóra í hennar bandalagi í þessu framboði. En ég held að það skýrist fyrst og fremst að því að forsetaembættið ekki valda embætti eins og það sem hún að stíga frá og forsetinn hefur allt öðru hlutverki að gegna og fólk vill sjá þar mannesku sem getur tala fyrir hönd þjóðarinnar af mynduleik, komið fram fyrir hönd þjóðarinnar og sameinandi afl vilja menn sjá forsetann vera og menn vilja vera bara stoltir af þeim einstaklingi sem þar situr. Og ég held að margir hafi séð þessa mannkosti í henni en ekki nógu margir með þá sem að kusu Höllu sem auðvitað vinnur frábæran sigur í þessum kosningum, það ekkert annað hægt að segja ef maður bæði skoða niðurstöðuna eins líka þá þróun sem varði yfir hennar kosningabaráttu þá hún að vinna mikinn sigur í þessum kosningum og á skilið athygli og hrós fyrir það. Ert þú ekki með Pálmann í höndunum komin í forsætisráðherrastólinn og hægri manneskja komin á Bessastaði sem sennilega gerast í fyrsta sinn síðan 1952 þegar Sveinn Björnsson fellur frá? Ég hef alltaf átt góð samskipti við forseta, ég hef átt samskipti við 3 síðustu forseta sem hafa verið bara mjög fín og veit að það geta verið góð samskipti við Höllu og það mun mjög lítið reyna á hennar pólitísku skoðanir þar að því ég tel ég ekkert með Pálmann í höndunum í sjálfu sér, ég held að leið og maður fer að hugsa þannig að þá hnignunin hafin og þá stutt í endalókin. Íhugaðir þú aldrei forsetaframboð á þessum tíma? Nei, ég gerði það nú ekki og satt best að segja bara með alla mína athygli á því starfi sem ég í, sem formaður í mínum flokki að þá ég að leiða okkar þingflokk og í ríkisstjórnarsamstarfinu, það bara nóg fyrir mig. Tölum aðeins ríkisstjórnarsamstarfi, það var fókus á því strax að loknum kosningum þegar að bandittar reyndu að stöðva starfsemi ríkisstjórnarinnar á föstudaginn í síðustu viku. Nei, á mánudaginn fyrirgefðu. Það var held ég á föstudaginn. Var á föstudaginn. Það sem að lögðust fyrir ráðherrabíla lögreglan beitti piparúða. Þú varst ekki á staðnum. Sigurður Ingi Jóhannsson var ekki á staðnum og Guðmundur Ingi Guðbrandsson gegndi í raun og veru hlutverki forsætisráðherra á þeim fundi. Þarna kom til átaka það þurfti að fjarlægja fólkið á götunni til þess að koma ráðherrunum frá fundinum og það fyrsta sem að Guðmundur Ingi gerir að hann beinir tilmælum til ráðuneytisstjórans þíns að rannsaka eða fara yfir aðgerðir lögreglu þarna. Það venjan að þeir sem að sitja í þínu stóli í þinni fjarveru sé að gefa skipanir inn í forsætisráðuneytið að lokna slíkum fundum? Þetta eru óvanalegar aðstæður. Í sjálfu sér var ekkert annað að gera við þetta erindi en að senda þetta til dómsmálaráðuneytisins sem að hefur síðan í millitíðinni lagt fram minnisblaði í ríkisstjórn það sem að vitað atburðina og þá staðreynd að málið fer til eftirlitsnefndar með störfum lögreglu. Hefðir þú vísað þessu til ráðuneytisins og svo dómsmálaráðuneytisins ef að þú hefði setið þennan fund? Sástu tilefni til þess? Ég veit ekki hvort að ég hefði talið nauðsynlegt að gera það með formlegum hætti en það dómsmálaráðherra yfirmaður lögreglumála og var alveg við því að búast að ráðherrann myndi vilja fá svör eða eitthvað konar mat. Þetta samtal eðlilegt að eigi sér stað. Það ekki óeðlilegt að menn spyrji spurninga framgang lögreglunar. Það hins vegar verra þegar menn fara að fella dóma og þess að hafa kynnt sér málin eða gefa lögreglunni ekki færi á að skýra aðstæður. Það erfitt að setja sig í spor þeirra lögreglumanna sem að lenda í erfiðum aðstæðum. Við höfum mörg dæmi úr fortíðinni þar sem að menn hafa verið með ásakanir á hendur lögreglunni að hún hafi gengið of hart fram. En mér finnst það persónulega ekki léttvægt þegar að reynt að koma í veg fyrir að ríkisstjórn Íslands komið saman þegar að lagst í götu ráðherrabíla og reynt að með þeim hætti annarkvort að þvinga ráðherrana út úr bílnum inn í æstan mótmælendahóp eða bara komið í veg fyrir að bílinn geti ekið að fundastað. Ég bara þora að fullyrða hvergi nokkuð staðar hérna í okkar heimshluta yrði það látið óátalið. Það yrði gripið inn í með mjög skýrum aðgerðum og þessu ástandi aflýst eða þar að segja það yrði leyst upp. Voru þetta ekki friðsöm mótmæli þá?
Sko, ég held að sé langbest á meðan að eftirlitsnefnd með störfum lögreglunar að störfum að láta aðra að dæma eða gefa henni færa á komst að niðurstöðum það hvoru megin við það að vera friðsamt. Þetta dómsmálaráðherra hefur lýst þeirri skoðun að hún telji að þetta hafi ekki verið friðsöm mótmæli og svona í hennar bara eðlilegu máltúlkun það, þá bara vísa til þess að sá sem ekki hlýðir fyrirmælum lögreglu, hann ekki að ganga fram með friðsömum hætti. Og ég nú svona hallur undir þá túlkun. Menn eiga að hlýða að lögreglunni. Menn hafa frelsi til þess að mótmæla, þar búið að setja upp girðingu, en ráðherrar verða að komast til ríkisstjórnarfundar á Íslandi. Og ef að menn að reyna að stöðva það, þá eðlilegt að lögreglan grípi inn í. Svo geta menn tekist á það hversu miklum aðgerðum lögreglan gerir það. Þarna var piparúða beitt sem tæki sem lögreglan að lögum hefur til þess að grípa til aðgerða með. Ræða þessu lögregluna eftir. Hvað olli því að þú og Sigurður Ingi áttu ekki heimagengt á þessu fundi? Það algengt að þriðji aðili eða það segja... Mjög sjaldgæft. Ég man ekki eftir því að sko það kann að hafa gerst eitthvað. Það mjög sjaldgæft að það gerist og þetta segi ég vegna þess að ég var staðgengill fyrir Katrínu og ég bara man ekki hvort það gerðist eitthvað að bæði ég og hún værum ekki á svæðinu. En ég var sjálfur á fundi með forsætisráðherrum Norðurlandana að skrifa undir tvíhliða samning við Zelenský og Úkraínumenn í framhaldi af því að Alþingi hafði einróma samþykkt langtíma stuðning við Úkraínu og bara mjög gleðilegt að geta tekið þátt í því og þeirri athöfn og þeim fundi sem áttu sér stað þar í Stokkólmi. Og Sigurður Ingi vant við látin á öðrum vettvangi. Já. Mig langar í kjölfarið að rekja þetta svona dálítið krónológist því að eftir að ljóst var að Katrín Jakobsdóttir yrði ekki forseti þá birtist á vefmiðlum og Facebook pistill eftir Sunnu Valgerðardóttur sem að fyrir skemmstu var pólitískur kommentator hjá Ríkissjónvarpinu en núna orðið starfsmaður þingflokks VG. Þar fór hún mikinn og virðist svona tala fyrir því að nú sé mælurinn fullur í samskiptum og samstarfi ykkar flokkana. Hún segir að VG standi fyrir félagslegt réttlæti, kvenfrelsi, frið og náttúruvernd. Eru þetta hugtök sem eru fjarskild þeirri stefnu sem þú tala fyrir? Nei, ég myndi nú ekki skrifa upp á það að við töluðum ekki fyrir félagslegu réttlæti og friði, svo dæmi sér tekin, en ég meina henni frjálst að hafa sína skoðun, hún sækir ekki umboð til mín og ég þarf ekki að treysta á hennar stuðning í sjálfu sér, hún hvorki með atkvæðisrétt né skuldbundin af neinu því sem hefur verið samið milli flokkana. Þetta óvanalegt að starfsmaður þingflokks mjög óvanalegt og mjög lágt gengið, ég tek undir það og ekki til þess fallið að skapa góða stemmingu í stjórnarliðinu. Hefur rætt Guðmund Inga þessi skrif? Ekki sérstaklega. Mér finnst þau nú dálítið dæma sig sjálf inn í stjórnarsamstarfið. Hún segir hins vegar að VG hafi gert allt of marga málamiðlanir, nefnir landsrétt, brottvísanir, flóttamanna, ásmundarsalsmálið, dómsmál, þyrluferð, ráðherra, lögregluofbeldi, samherja, bankasölu og svo mætti lengi telja. Er þetta stemningin á stjórnarheimilinu að menn eru konum með langa, ekki óskalista, heldur tossalista yfir það hvernig menn hafa þurft að kyngja misgóðum hlutum? Ég veistu að mér finnst þetta nú vera dálítið kostuleg upptalning, en ætli maður verður ekki bara að segja svona lagað og svona stöðu almennt að það kann almennt ekki góðri lukku að stýra að finna orsakir þess sem maður að fást við í lífinu eða í stjórnmálum eða annar staðar, einhvers staðar fyrir utan sjálfan sig. Og nú hefur liðið dágóður tími sem ég tók við formennsku í Sjálfstæðisflokknum og við höfum farið gegnum alls konar tíma. Við höfum að jafnaði reynt að horfa inn á við. Og við höfum þurft að gera upp alls konar mál og finna leiðir til þess að móta stefnu sem betur í takt við fólki í landinu og svo framvegis. En ég man aldrei eftir því að ég hafi bent á það að við værum ekki nægilega miklum árangri með því að
að benda á Sigmund Davíð eða á Sigur Inga eða Katrínu Jakobsdóttur, einhvern annan samstarfsmann og segja það er þeim að kenna, mér gengur ekki nógu vel. Sko, meira hef ég ekki þetta að segja. Menn ættu í svona stöðu og ég veit að VG sem er rótgróinn, sterkur stjórnmálaflokkur með sterka innviði í grunninn, þó að tímabundið mælist hann mjög lágt. Hann hefur alla burði til þess að ná sér aftur á strik. Það er augljóst í mínum. En hann að setjum okkur í spor Vinstri grænna. Þeir eru að mælast með 3% fylgi núna. 3-4%. Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 18%. Framsókn langt undir sínu kjörfylgi. Allir flokkarnir miklum herpingi. Nú leiðir þú þessa ríkisstjórn til að taka stubbi núna í þinginu, svo kemur sumarleyfi og svo hefst haustþingi þegar að fer að grána aftur í hlíðum. Er raunhæft bara út frá svona pólitískum veruleika að þessir flokkar geti haldið samstarfinu áfram fram í september á næsta ári ef að fylgið fer ekki að taka eitthvað kipp. Það er augljóst að það er alltaf að fara á taugum sérstaklega á vettvangi Vinstri grænna. Já, ég minna að það er alveg rétt hjá þér að þegar það er orðið stutt í kosninga þá er við því að búast að spennustígi vaxi og það koma nýjir frambjóðendur þá fram og flokkarnir fara sína leiðir við að stilla upp á lista og það getur vel verið að það verði mikla breytingar og það er erfitt að lesa nákvæmlega í það, en það er alveg rétt hjá þér að það verður ekki til þess að hjálpa ríkisstjórn að vera með lágt fylgi og spennu í stjórnarflokkun þegar stutt í kosninga. Þannig að er raunhæft að við störfum fram í september. Ég segi það er vel raunhæft að nota tíman og ná betra talsambandi, koma betur skilaboðum til skila. Mér finnst umræðan í samfélaginu oft verk þessara ríkisstjórnar vera algjörlega út á túni. Þegar rætt efnahagsmál eða stöðu heimilana, kraftin í atvinnulífinu, mörg önnur mál sem eru í mínum huga hinn endanlegi mælikvarði á framgang mála í okkar góða landi, þá finnst mér menn bara að fá að komast upp með að segja hvað sem er. Og svo er það bara þannig að við búum í heimi þar sem að verða meiri sundrung á vettvangi stjórnmálana. Ríkisstjórnir eiga erfiðara almennt, ekki bara á Íslandi, með að halda miklu fylgi til lengri tíma. Horfðu á Bretland, horfðu á Noreg. Það stutt síðan að verkamannaflokkurinn í Noregi vann bara gríðarlega flottan sigur. Er í algjöru ströggli í dag. Ekki vegna þess að það er allt svo ömurlegt í Noregi, heldur vegna þess hvernig þjóðfélagsumræðan smám saman að þróast í átt til meiri skautunar, samtalið milli fólks og milli kjósenda og þeirra sem stjórna að verða litað af samfélagsmiðlunum sem eru allstaðar að leiða til meiri skautunar og óánægju og dregur úr trausti til stjórnvalda hvarvetnum alla Evrópu í Bandaríkjunum. Það er ekki umræðan sem orsökin heldur afleiðing. Hér erum við með 9,25% stýrivexti. Verðbólgan að aukast hér. Það var 4% samdráttur í hagkerfinu á fyrsta ársfjórðungi. Tökum þessa umræðu endilega. Hvalveiðarnar eru allt í klessu varðandi þau mál áfram ári eftir. Hvað er það sem að raunverulegu máli skiptir fyrir eina ríkisstjórn gagnvart þegnunum í landinu? Hvaða mælikvarða viltu leggja? Tökum bara þann sem að mér finnst eiginlega trompa flest aðra, sem kaupmáttur heimilana. Okkur hefur tekist betur heldur en öllum Norðurlöndunum og Evrópusambandinu að verja kaupmátt núna í gegnum krísu. En hann að skerðast mjög hratt núna með þessum fastvaxta lánum sem að koma til endurskoðunar hjá þúsundum heimila. Kaupmáttur, nú ert þú að tala kaupmáttar ráðstöfunartekna að teknu tillit til vaxtakostnaðar. Já, það er bara veruleikin sem að í buddunni á fólki í lok mánuðar. Það er alveg rétt hjá þér að vextir á húsnæðislánum eru að hafa áhrif, en ef þú skoðar þau heimili sem eru með verðtryggð lán með jafngreiðslum og skoðar greiðslubyrði þeirra lána á móti launahækkun sem hafa verið að eiga sér stað, þá er þessi kaupmáttarrýrnun sem þú ert að tala hún er ekki að eiga sér stað nema hjá mjög litlum hópi. Síðastliðin 10 ár. Þessi verðtryggðu lán sem þú vísar líka í, þau hafa líka hækkað. Nú ert þú að fella stóran dóm efnahagsmálin á grundvelli þess að skoða mjög afmarkaðan þátt efnahagslífs okkar. Ég að lýsa upplifun fólks. Já, sem veruleikin sem að síðan miðlast út í samfélagsmiðlana. Ég þekki þetta, ég þekki þetta mjög vel og ég skal bara taka undir það með þér að heimili sem að borga 11% vexti eins og óverðtryggðir vextir eru í dag
eru ósátt. Ert þú að borga slíka vexti? Ég að borga slíka vexti. Ég bara nákvæmlega með 11% vexti á mínu láni sem óverðtryggt húsnæðislán og mér finnst það alveg yfirgengilegt en ég sætti mig við það í skamman tíma þannig að ég ætla að styðja Seðlabankann í þeirri viðleitni að ná tökum á stöðunni og það að draga úr spennunni, verðbólgan að lækka. Stóri dómurinn samt sem áður að vera tekin í stærra samhengi sem það samhengi að okkur hefur tekist að verja kaupmátt þegar hann að draga saman annar staðar. Hann að draga saman í Evrópu og hann að draga saman í Noregi og þú segir núna meðan að vextirnir hækka þá sé svo myndi ekki uppi. Launahækkanirnar sem hafa orðið hér á Íslandi hafa orðið til þess að greidd laun fyrir vinnustund á Íslandi að hækka langt umfram það sem að gerast í nágrannalöndunum. Og hagvöxtur á Íslandi. Það ekki tekið að láni. Menn hafa farið fram úr sér í þessum kjarasamningum, meðal annars í samningum þar sem að þið dældu 20 milljörðum úr galtómu ríkissjóði til þess að loka því gati. Þetta enn fullyrðingin, þetta nefnilega, maður stendur í miðjum straumi slíkra fullyrðinga sem allar að vera til þess fallnar að draga upp þá heildarmyndastöðun allt sé ómögulegt. Staðreyndirnar eru þessar. Síðastliðin 10 ár hefur hagvöxtur á Íslandi verið meiri heldur nokkuð staðar annars staðar í nágrannaríkjunum. Hagvöxtur á mann sömuleiðis nema ef við berum okkur saman við Danmörku út af einu fyrirtæki í því landi. En þetta sögulega mikill árangur í hagvexti sem grundvöllur að uppbyggingu lífskjara á Íslandi. Þess vegna hefur okkur tekist að verja kaupmáttinn, hann hefur stórvaxið, hann hefur vaxið meira á Íslandi. Það sem heimilin hafa milli handan í lok mánaðar hærri tala heldur en áður séð. Þó við séum núna tímabundið að glíma við vexti sem bitna á þeim sem með húsnæðislán, en ég bara segi þá fullyrði, við að ná tökum á þeirri stöðu, það merkin komin fram og ég trúi því að vextir fari núna að lækka. Þegar að þeir hafa tekið að lækka og við komin í gegnum þennan verðbólgukúf sem núna, þá mun niðurstaðan eftir sem áður áfram vera svo að okkur hefur tekist að byggja upp lífskjör á Íslandi hraðar heldur en í nágrannalöndunum. Af hverju heldur að vextirnir fara að lækka núna þegar verðbólgan heldur áfram að tikka upp? Það bara ein ástæða fyrir... Icelandair var að segja upp 82 starfsmenn og sagði launahækkanirnar farnir að bíta. Já, en þú ert að tala svolítið út á suður. Nei, bara alls ekki. Þú segir að vextirnir séu að pikka upp. Verðbólgan, fyrirgefðu. Þú segir að verðbólgan séu að pikka upp og svo nefnir dæmi Icelandair sem akkurat merki kólnun. Það ekki merki eitthvað sem að valda aukinni spennu. Þegar Icelandair að segja fólki, þá það merki að hagkerfið sé að kólna. Ástæðan fyrir því að verðbólgan hækkaði núna aðeins í einstaka liðum sem ekki ástæða til þess að hafa ágjörð að við draugum með okkur inn í framtíðina. Forstjóri fyrirtækisins gaf alltaf aðra skýringu fyrir því af hverju þeir eru að segja upp þessu fólki. Það ekki vegna þess að hagkerfið er að kólna, það sé bara launahækkanir að pikka upp, það að þrengja svona fyrirtækjunum. Það verið að taka þessar launahækkanir og þennan kaupmátt sem að þið stærðið ykkur að láni. Og það hefur verið gert með gríðarlegri innspýtingu opinbers fjárinn í ríkissjóð allt frá COVID, það sem ekki verið dregið niður. Það voru atvinnurekendur, ekki ríkisstjórnin sem samdi launahækkanirnar. Það voru samtök atvinnulífsins sem að sömdu launahækkanirnar og ef að aðildarfélögin ráða ekki við það, þá þurfum við að ræða það í sínum höfuðstöðum. Þau gerðu það síðan með þessari gríðarlegu innspýtingu frá ykkur þar sem að þið settu skólamál til. Já, við ráðum alveg við það. Við erum hérna með langtíma áætlun sem sýnir að útgjöld ríkissjóðs eru fallandi sem hlutfalla af verðmætasköpun í landinu. Við höfum á undanförnum árum verið að taka minna til okkar. Það alveg sama hvort þú tala 2013, 2017, 2021 á alla þessa mælikvarða þá erum við að taka minna til okkar ríkissjóður af verðmætasköpunin í landinu sem þýðir bara að við höfum verið að lækka skatta. Við erum að taka minna til okkar. Hagkerfið hefur bara stækkað umfram þetta. Já, við höfum lagt áherslu á það. Hagkerfið hefur stækkað gríðarlega á þessum tíma eins og þú nefnir réttilega. Betri skattar leiða til hærri hagvaxtar. En ykkur tekst ekki að reka ríkissjóð í jafnvægi. Það 50 milljarða. Það náttúrulega ekki góð lýsing á því sem hefur gerst hérna. Það 50 milljarða halli á ríkissjóði í ár. Er það mikið áhyggjuefni? Ég held að það sé mikið áhyggjuefni að safna 134 milljónum í skuldir á hverjum einasta degi. Það bara einfaldlega það sem allt á blúsandi siglingu og núna hagkerfið að skreppa saman. Það bara ekki mikið áhyggjuefni að teknu tilliti til Grindavíkurmálana og þess sem hefur verið að gerast í hælisleitendakerfinu. Þá erum við ekki með undirliggjandi verulegt vandamál fyrir ríkissjóð til þess að glíma við. Það bara ekki þannig.
og við erum ekki að reka ríkissjóð til þess að vera alltaf í blússandi balans með mikinn afgang og greiða með einhverjum hætti út arð. Við erum að nota ríkissjóð til þess að bæta lífskjörin í landinu og það er skynsamlegt hjá okkur að taka á okkur höggin og vera svo með góðan afgang þegar vel gengur og það er nákvæmlega það sem við höfum gert. Við vorum með afgang að jafnaði frá 2014 og áfram. Svo lentum við í COVID-faraldrinum og við erum að fá okkur högg núna. Ef við horfum á Grindavíkurmálin og við horfum á hælisleitendamálin, þá eru þau stór hluti af þeim halla sem er á fjárlögunum og það er bara ekki rétt að það sé ekki eitthvað sem við ráðum við. Og við ráðum við það vegna þess að við höfum stækkað hagkerfið svo mikið. Og hvað hefur verið að stækka? Hugverkaiðnaðurinn á síðustu 10 árum hefur stækkað 60%. Lyfjageirinn á Íslandi hefur stækkað 200%. Fiskeldisbransin á Íslandi hefur tífaldast. Við erum búin að stórauka útflutningstekjurnar okkar og erum þess orðin ríkari þjóð og ráðum miklu betur við að greiða þessu laun sem þú varst að tala áðan. En við þurfum að passa okkur að gangi ekki á langt. Við erum skuldsettari þjóð. Það þarf að borga þetta. Við erum ekki skuldsettari. Já, þú segir við erum ekki skuldsettari í hlutfalli og þetta allt einhverju hlutfallsreikningar. Já, en það er bara eðlilegur mælikvarði. Þetta er bara eins og þú værir að fara í fjallgöngu og þú værir með bakpoka sem að væri þínar skuldir. Það þarf að borga þessa peninga tilbaka. Þegar þú ert 12 ára þá er þessi bakpoki dálítið þungur og erfiður en eftir þú verður fullorðinn maður og ert orðinn stæltari og stærri og sterkari þá er hann bara léttari. Þetta er sami pokin en þjóðarlíkaminn er orðinn stærri. Við erum með, það er landsframleiðsla. Þjóðarlíkaminn er að eldast. Það er eitt af því sem þú nefnir á komandi árum. Við erum hlutfallslega ung þjóð, fólk er að eldast þið eru farin að grípa til aðgerða til þess að leipa einkaaðilum inn í það að byggja upp hjúkrunarheimili vegna þess að ríkissjóður Er það ekki gott mál? Það finnst það nú ekki öllum, ekki forseta ASÍ og ekki Vinstri grænum. Það er besta stefna sem við getum rekið. En ég er að nefna það að þunginn mun aukast. Það er ekki þannig að bakpokinn haldist 25 kíló, hann verður 30 kíló og svo 35 kíló og svo verður hann orðinn 70 kíló fyrir en varir. Og á sama tíma þjóðarlíkaminn að eldast og færri á vinnumarkaði þann sem er ekki vinnumarkaði. En sko landsframleiðslan getur vaxið þó að þjóðin sé aðeins að eldast. Ef við erum skynsum, ef við sköpum skilyrði fyrir fyrirtæki sem hafa heiminn allan að sínu markaðsvæði, ef við notum hugvitið, treystum á fólkið í landinu, þá getur eitt fyrirtæki, alveg svo Novo Nordisk gerir í Danmörku, bara breytt samsetningu þjóðarteknana. Það eina fyrirtæki í Danmörku er bara að breyta hagtölum. Og sama hafa stór fyrirtæki sem eru í útflutningi á Íslandi gert. Sama getur í raun og veru, ef vel tekst til dæmis í landeldinu, þá getum við orðið mun ríkari þjóð, jafnvel þótt við séum á sama tíma eldast. Þess vegna segi ég, hagvöxtur er lykilatriði. Og þess vegna er ég gagnrýninn á þá flokka sem að boða lausn á öllum verkefnum okkar Íslendinga með því að segja það vantar bara að taka hærri skatta og dreifa peningunum áfram út í kerfin. Ætla að auka útgjaldastigið og sækja frekari tekjur. Hærri skattar munu draga úr hagvexti á Íslandi. Atvinnufrelsið er þarna algjört lykilatriði. Þessi fyrirtæki get ekki blóðstæðan með að búa við atvinnufrelsi. Þú ert núna með nýjan matvælaráðherra sem annað árið í röð er að hefta atvinnufrelsi eins tiltekins fyrirtækis í mikilvægum útvegi í sjávarauðlindinni. Þið bara haldið ykkur aftur og látið ykkur vel líka þó að þessi fyrirtæki get ekki skapa störf og verðmæti úr hvalafurðum. Ég hef stutt hvalveiðar einmitt á þessari forsendu að þarna er verið að skapa verðmæti með sjálfbærum hætti. Það er ráðherra í þinni ríkisstjórn sem augljóslega er að leggja stein í götu þessa verkefnis með allskis nútukasti og rugli. Já, það er þannig að það var annar ráðherra í fyrra og við gerðum athugasemdir við það hvernig haldið var á því máli. Hún færði fram sinn rökstuðning og síðan kom umboðsmaður og svona hvað upp úr með það að það hefði ekki verið lagi. Nú er nýr ráðherra í ráðuneytinu, það hefur ekki hjálpað að það þurfti, fyrrverandi forsætisráðherra þurfti að taka vaktaskiptin tímabundið, en ég skal bara vera hreinn á beit með það, mér hefur þótt þetta mál taka allt of langan tíma. Finnst þér eðlilegt að leita... Allt of langan tíma, ég er ekki ánægður með stjórnsýsluna hvað það snertir, bara ekki ánægður með það. Finnst þér eðlilegt að leita viðbragða kvikmynda innan þegar verður að taka ákvörðun um þetta? Sko almennt þá ætla ég ekki að handstýra hverjum og einum ráðherra. Þeir hafa mikið frelsi að lögum og verða að fá að bera ábyrgð á sínum málaflokkum. Þessi ráðherra sem þú ert að vísa til er ekki búin að komast að endanlegri niðurstöðu í málum. Ég finnst að hafa tekið á langan tíma en við slum gefa ráðherranum færi á að ljúka meðferð málsins. Það eru fleiri mál. Þegar við mynduðu ríkisstjórnina þá það eru 3 mál sem við leggjum höfuðáherslu á. Það eru innflytjendamálin, eða það er að segja hælisleitendamálin, það eru orkumálin og ríkisfjármálin.
Mér langar til að nefna orkumálin í þessu sambandi því að leið og þetta var tilkynnt þá voru stólaskipti, matvælaráðherra vék úr sínur embætti út af einmitt hvalveiðimálinu og hún tekur við innviðaráðuneytinu og segir þá leið og stjórnin tekur við, skipulagsmálin eru á minni könnu, þau tengjast inn á orkumálin og hún leta til liggja að það hlutum ekki leitt í gegn, þau myndi halda þessi sömu spennitreyju eins og Vinstri grænir og Landvernd hafa gert núna árum saman. Mér fannst hún ekki segja það sko en... Við getum bara fundið klippur þar sem hún hafði þessu orð yfir. Já, Hefur ekki áhyggjur af því að það muni ekki þreifast í þessum orkumálum, allavega ekki fyrir að þessi ríkisstjórn verður löngu farin frá það? Við höfum mikið rætt þetta við, ég og fyrrverandi formaður Vinstri grænna og við ráðherrarnir gegnum tíðina. Fórum á dýptin í þessu þegar við gerum stjórnarsáttmálana og svo framvegis. Og ég ætla ekki að gerast talsmaður Vinstri grænna en ég ætla bara að segja mín upplifun svo að þau eru með grænni orkuöflun. Þau hafa hins vegar viljað vanda svo mjög ferlana að það hefur orðið til vandraða að mínu áliti og það þarf að bregðast við því. Enda þegar ég ræði það við þau þá segja þau gott og vel, auðvitað erum við til samtals það ef að ferlanir eru orðin vandamáli sjálfu sér að þá getum við gert umbætur á því þannig að kerfin virka. Þau eru ekki flokkur sem ætlar að kasta grótum í öll tannhjól, gera sér grein fyrir því að orkuskiptin á Íslandi verða aldrei ef ekki verður aflað grænnar orku. Núverandi formaður Vinstri grænna við tala bara á allt aðra leið, hann gegn Suðurnesjalínu 2. Hann er mjög sterkur umhverfi sinni, en er ekki besta leiðin til þess að venda umhverfið gegn svona innan gæsalappa óþarfa viðbótar orkuöflun til dæmis að þá tryggja flutningskerfið sé í lagi og er ekki Landsnet núna að fjárfesta í verkefnum fyrir 80 milljarða uppbygging á flutningskerfi raforku. Þetta er sem að hann er beinlínis á móti og fólki hans ranni í Landvernd og náttúruverndarsamtökum þau leggja stein í götu þessar verkefna. Landvernd er enn að leggja stein í götu Suðurnesjalínu 2. En ráðherrarnir í ríkisstjórninni eru ekki talsmenn og eru ekki Hann er bara fyrrum framkvæmdastjóri Landvernd. Já, og hann er það fyrrum sko. Hann er ekki að semja umsagnir fyrir Landvernd. Það er ekki ágreiningur í ríkisstjórninni að við ætlum að afla frekari orku. Það er búið að segja hvaða kostir eigi að vera í nýtingaflokki. Það er rétt hjá þér að við viljum ganga mislangt í því að smíða kerfi utan það hvernig við komumst að niðurstöðu endanlega orkuöflun og þau eru skeptískur flokkur á að ganga frekar á íslenska náttúru. En ég segi líka sjálfstæðisflokkur vill ekkert fórna náttúrunni endalaust í þágu orkufreks iðnaðar eða eitthvað slíks. Lífsgæða. Ekki, ég sagði að við viljum ekki fórna náttúrunni endalaust í það að byggja hér upp frekari orkufrekan iðnað. Það þarf að vera jafnvægi. En okkar skoðun er svo að það sé alveg heilt hlaðborða tækifærum til þess að auka lífsgæðin með því að nýta þá kosti sem við erum búin að skoða og eru komnir í nýtingaflokkin og við getum ekki búið við kerfi þar sem að við erum mörg ár að greiða úr því hvað megi nota og ekki nota og síðan takjum við nýtt kerfi til margra ára til þess að láta það síðan raungerast. Þannig að þú ert í raun og verið að halda þig fram, Bjarni, að það sé vegna vandvirkni sjónarmiða sem Vinstri grænir standi í vegi fyrir frekar orku. Já, ég hef lýst því það. Þessu trúir nokkur einasti maður. Sko, þau bara eru talsmenn þess að öll sjónarmið komist að vilja hafa langa kærufresti og svo framvegis. Mér finnst það verið gengið of langt í því. Ég er ekki mættur hingað til þess að gerast talsmaður Vinstri grænna. Ég er bara að deila því með þér. Það sé langt í. Já, ég er bara að deila því með þér. Við höfum rætt þetta ítrekað og ég veit að þau eru talsmenn þess að við nýtum græna orkukosti í landinu þó að þau á köflum vilji ganga býsna langt í að vanda ferlið að þeirri niðurstöðu. Annað ágreiningsmál af svipuðum toga. Og við munum ná árangri í að gera kerfin okkar skilvirkari, meðal annars stofnanakerfin sem eru núna á þessu þingi og við ætlum að halda áfram bæði að styrkja flutningskerfið eins og Landsnet er að gera með 80 milljarða fjárfestingu núna og Landsvirkjun er með á prjónunum virkjanaáform sem að verða að ganga eftir og svo eru ónýttu tækifærin í vindorkunni og öðru slíku sem við erum að ræða í þinginu og þurfum að skapa ramma utan það hvernig vindorka verður nýtt. En annað mál það sem að þessi ágreiningur kemur augljóslega fram. Nú er dómsmálaráðherra að boða lögreglulög sem að veiti lögreglunni auknar valdheimildir og eftirlitsheimildir gagnvart skipulagðri brotastarfsemi sem að lögreglan segir
að vaði hér uppi og við sjáum það að gerast í nágrannalöndunum okkar og allt í kring. Nú hefur eins og þingmaður Vinstri grænna Jódís Skúladóttir lýst við miklum efasemdum það í þinginu að lögreglan sé bær til þess að fara með þær valdheimildir sem hún nú þegar hefur, vísa þann í nýlegan dóm, síðan þessa framgöngu lögreglunar gagnvart Palestínu mótmælentunum. Þið ekkert að fara að ná þessum lögum í gegn með það hvernig Vinstri grænir tala og hver afstæða þeirra til löggæslumálana hefur verið? Já, það samtal enn inn í þingnefndinni með hvaða hætti frumvarpi getur, það getur mótast meirihluti fyrir þingmálinu. Þegar að menn tala mikilvægi þess að vernda borgarana fyrir stjórnvöldum, fyrir því að vera undir eftirliti eða annað slíkt, þá Sjálfstæðisflokkurinn að hlusta. Við erum frelsishyggjandi flokkur, við viljum verja einstaklingsfrelsið, en við viljum líka lög og reglu. Og ef að það er uppi sjónarmið það að menn hafi áhyggjur af því að það sé gengi of nærri einstaklingsfrelsinu, þá erum við alveg að hlusta. Ég held hins vegar að þetta frumvarp sé miklu mikilvægara heldur en almenningur gerir sér grein fyrir. Og þó að það megi alveg ræða nákvæma útfærslu. Ég hef ennþá vonið til þess að það klárist. Við skulum sjá, það hefur ekki tekist hingað til. Af hverju er þetta mikilvægara heldur en almenningur gerir sér grein fyrir? Ég ætla ekki að koma með aðeins inn á það. Það er vegna þess að ég held að það sé orðið tímabært að við tökum miklu opnari umræðu það sem er að gerast í undirheimum Íslands, það sem er að gerast á landamærunum og þau verkefni sem að almenna lögreglan og rannsóknarlögreglan á Íslandi er að fást við. Og við þurfum að finna betri farveg til þess að taka það samtal, til dæmis með því að ráðherrann gæti árlega komið og gert þinginu grein fyrir því í skýrslugjöf. Við ættum oftar að taka opna fundi inn í nefndum Alþingis og það er í tala um opna fundi, þá er að tala um það sem að fjölmiðlar geta fengið að fylgjast með og almenningur í beinni útsendingu. Þar sem að við ræðum bara af heiðarleika um það, hvað er að birtast okkur á götum Reykjavíkur? Hvað er að birtast okkur á landamærunum? Er það alvarlegir hlutir? Það eru alvarlegir hlutir og það er bara sýnishorn af því sem að aðrar þjóðir hafa verið að glíma við. Allt sem er að gerast í Skandinavíu getur gerst hér. Allt sem að getur gerst í Bretlandi getur gerst hér. Og við erum að fá þetta inn í smærri skömmtum af því við erum fámennari þjóð og dálítið afskekt, en við erum að fá þetta allt saman og menn er ekki að lifa í einhverju blekkingu um það að með því að íslenska lögreglan sé bara með trékylfur en engar skambissur, að þá höfum við forðað okkur frá því að vera útsett fyrir ofbeldi og græðgi glæpasamtaka. Þvert á móti, það eru til hér glæpasamtök sem eru í fíkniefnaheiminum sem að ætla sér að ná yfirburðastöðu á öllum Norðurlöndunum og þau eru að slást meðal annars völdin á Íslandi. Þetta birtist okkur með margvíslegum hætti og við erum alltaf gjörn á að loka upplýsingar raunstöðuna inn í stofnunum stjórnkerfisins. Ég vil taka miklu opnari umræðu þetta. Þingmennirnir hafa þessar upplýsingar innan úr þingnefndunum og samt talar Jódís Skúladóttir svona og fleiri þingmenn og láta eins og allt sé í lukkuna velstandi. Já, þau vilja ekki fjölga lögreglumönnum, þau vilja bara fjölga listamannalaunum og... Já, ég vil taka, ég segi bara, Alþingi er lýðræðisvettvangur. Þessi sjónarmið eiga alveg rétt á sér. Menn mega halda þessu fram að það sé of langt gengið og fram. Þetta er fólki sem þú stólar á stuðningin frá. Ég býtu við. Ég er hins vegar þeirra skoðunar að lögreglan þurfi frekari valdheimildir. Við þurfum að sýna þolinmæði til þess að komast að niðurstöðu í þessu og ég vonast til þess að lögreglulögin í þeim búningi sem þau voru lögð fyrir þingið eða með einhverjum breytingu sem sátt getur tekist verði afgreidd. Ég tel að sé mikilvægt, en ég tel að sé ekki síður mikilvægt að almenningur í Íslandi, kjósendur, séu upplýstir þau verkefni sem lögreglan er að fást við, vegna þess að það er okkar skylda að verja fólk gegn þróun sem okkur stafar ógn af. Og þess vegna, ég er að nefna þetta í því samhengi að það dugar ekki að þingmennin í lokuðum nefndarherbyggjum fái góðar upplýsingar mikilvægi einstakra mála. Þingmennirnir verða að finna fyrir því að það er ætlast til þess í ljósi þeirra upplýsingar sem eru almenningi opinberar að það sé gripið til aðgerða. Og þá breytist samtalið. Og þá kemur frumvarp ráðherra eins og í þessu tilviki í einhverju eðlilegu samhengi við þjóðfélagsumræðina en er ekki að koma innan úr tómarómi embættismannakerfisins.
við erum runnir út á tíma eins og gerist þegar margt undir, en nú þingið á loka metrunum. Stefnan hefur verið svo að klára þetta 14. júní og menn farin í 17. júní og hæ-hó-jippi-jé og svo farið því í sumarleyfi inn í október, þar með skelfilega langt og gott sumarfrí. Náið að klára þingið 14. júní og þá spyr ég líka út frá erindi ríkisstjórnarinnar því að þið hafið talað skýrt það að núna þurfið þið að sýna á spilin og að þið munið ná árangur í þessum málum, varðað ríkisfjármálin, orkuöflunina, hælisleitendamálin, það lagarættismálin, það hvalveiðimálin, allt þetta. Hvað raunhæft að þið sýnið á mörg spil áður en að þið farið í sumarleyfið? Jú, við viljum ná sem mestum árangri í öllum þessum málum. Það er ekki venjan að öll mál ríkisstjórnar klárist alltaf, sko, en við teljum að séu mjög mörg mál langt komin. Ef við tökum hælisleitendamálin, þá það mál komið aftur út 3. umræðu eftir að hafa í tvígang farið nefnd, þannig að það eiginlega bara að loka metrunum, sem gríðarlega mikilvægt. Þetta stórt mál, verið umdeilt, en þetta eitt af höfuðmálum okkar í þessari ríkisstjórn að klára núna ásamt því að fara í svona heildrænni stefnu. Reyndar að boða nýtt frumvarp síðan með haustinu, eða ekki? Jú, ráðherrann vill láta reyna á búsetuúrræði sem eitt tækið, en við skulum hafa það líka í huga að með því að við höfum verið að gera breytingar, við höfum verið að búa til reglur brottvísanir, við höfum verið að greiða þeim sem að sjálfviljur fara og svo framvegis, þá okkur smá sem að takast að hafa áhrif á aðsóknina til Íslands og hún að hrynja. Við erum með... Hún það mjög mikil. Hún mikil en þá, en ef við berum saman bara mars, apríl og maí í ár við árið í fyrra eða hitt í fyrra, þá erum við með innan við helmingin af því sem var í fyrra og við erum kannski með 1/3 einstaka mánuði með það sem var árið 2022. Þannig að það mikil breyting á þessi stað og við ætlum að fylgja því eftir. En hverju náðu að klára fyrir þinglok og verða þinglok í 14. júní? Ég að vonast til þess að við klárum til dæmis öryrkjamálið sem risakerfisbreyting. Lagareldismálið á viðkvæmum tímapunkti, það verið að takast á einstaka breytingar þar. Við klárum útlendingamálin, við erum að klára kerfisbreytingarnar í orkumálunum. Það fjármálaáætlunin, þetta svona stór mál sem liggja fyrir þessu þingi og mörg til viðbótar. En ég bara ágætlega bjartsýnn á þetta þing fari ágætlega og... Þið eru ekki að fara að skella í lás eins og í fyrra sumar þegar þið öllum að óvörum komið ykkur ekki saman innan stjórnarliðsins einu sinni það hvernig þetta kláraði þetta? Nei, það var ekki góður endir á þeim þingvetri, það fór mikil vinna forgörðum og það var veikleikamerki fyrir stjórnina. Ég segi bara við ætlum að gera betur núna. Við munum ná árangri í þessum málum, við erum komið það langt. Og ég veit ekki hvort að þingi klára nákvæmlega samkvæmt starfsáætlun, það skiptir mig engu máli þó að þingi þurfa að starfa viku eða 10 dögum eða þessna hálfum mánuði lengur. Skiptir bara engu máli í stóra samhengi hlutana, við ætlum bara að klára þessi mál, við getum klárað þau, við erum með sterka meirihluta, það vindur í fangið, þú nefnir skoðanakannanir og annað, það bara þannig, svona bara, það ekkert auðvelt að vera í stjórnmálum, en við ætlum bara að skila árangri. Já, verður veitu hvalur í sumar? Ég á erfitt með að veðja á það en ég hef ekkert séð ennþá sem gefur tilefni til annars heldur en að gefa út leyfið. Takk fyrir komuna Bjarni og gangi ykkur vel á síðustu metrum þessa þingvetrar. Takk. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Þetta var maraþonþáttur enda margt að fara yfir eins og ég kom inn á hér áðan. En við sjáum ykkur hér að vikuliðinu og þá verður vonandi hér í sættunni hjá mér. Dagur B. Eggertsson, formaður borgarráðs. Sjáumst heil.